velkomin í flæðisgerið með Rökkva og Jóa og í dag erum við með Ragnheiði, kynlífsráðgjafa og hjúkrunarkonu með okkur eins og oft áður af því að hún er svo skemmtileg að við getum aldrei fengið nóg af henni. Já, og bara ekki hægt. Og þú ætlar að segja okkur svolítið frá námskeiðum sem þú ert með. Já, ég konur og kynlíf eru námskeið sem ég held fyrst árið alltaf hafi verið 2001. Já. Alveg orðin heil eilíf síðan sko. En ég fór aftur að stað með þau í haust og var afskaplega vel tekið og ég nefnilega fór að vinna með alveg gríðarlega góðu fólki á áfalla- og sálfræðimiðstöðinni. Þar sem ég sjálf með ráðgjöf einu sinni í viku og síðan ég þar með svo fína aðstöðu til að halda námskeið. Og keyrði þarna nokkur helgar námskeið í haust og ætla að fara af stað aftur núna. Það kom í nýtt ár. Fólk örugglega fullt af alls konar góðum fyrirheitum lífið sem á að verða betra og betra. Það nú ekkert verra að hafa áramóta heita stunda meira og betra kynlíf. Nei, það ekki verra að verða betra. Það náttúrulega hollt. Það líkamlega hollt að stunda meira kynlíf. Já. Þú losar alls konar endorfín og þú tengist meira og þú losar stress og spennu og svona. Já, það eru sko heilsufarsáhrif þess að stunda kynlíf, bæði með sjálfum sér og öðrum, alveg gríðarlega mikil og öflug. Já, ég held að þurfa ekki að hvetja allavega ekki kallmenn til að stunda með sjálfum sér. Það kemur af sjálfu sér að þeir gera það með sjálfum sér. Býttu bara. Ég get bara ekki ímyndað mér að kall einhvern veginn. Kallmenn gangi gegnum sitt breytingaskeið og geta líka alveg lent í því að upplifa kyndeyfð á ákveðnum tímabilum. Já, ég meina maður gerir það alveg með árunum, maður ekki til dæmis í dag eins og maður var þegar maður var 20 eða eitthvað, maður finnur það alveg. Maður lætur samt ekkert sjálfan sig eiga sig, þú veist, ef að maður má orða það þannig. Nei, og skildi maður ekki, sko, og það nú, sumir sem að hafa það einhvern veginn innprentað í sig að sjálfsfróun sé eitthvað fyrir þá sem að, kannski úlinga eða einhleypa bara. Nei. En sjálfsfróun auðvitað ofboðslega mikilvægur hluti af kynlífi okkar, hvort sem við erum í sambandi við annað fólk eða ekki. Já, og það gildir alveg út af ævina og sjálfsfróun öruggasta kynlíf sem við stundum. Já. Þú fær ekki sjúkdóma eða ólíklegt að fá sjúkdóma við allavega. Og völdum ekki þungun eða verðum þunguð. Það verður engin fyrir vonbrigðum að þú sjálfur í mesta lagi. Akkurat. Ef þetta gengur illa. Kynlíf með sjálfum sér, það til þess fallið að auka á sjálfsást og þekkingu á líkamanum sínum. Já. Og það síðan aftur á móti eitthvað sem mikilvægt þegar við fyrir að deila líkamanum með öðru fólki. Ég held það að ég hef oft heyrt eitthvað svona frá mönnum sem að byrja með einhverjum konum sem að hafa ekki reynslu áður, að þær virðast ofta ekki vita hvað þeir vilja eða hvað þeir þurfa og sú vitund myndi aukast með því að hafa sjálf gert þess að hluti við sig. Þá veistu kannski meira hvernig á að snerta þig og hvað þér finnst gott og svo framvegis. Við þurfum að gera sjálfsfróun að eðlilegum parti af lífinu. Við þurfum að algjörlega hætta að tala um sjálfsfróun sem eitthvað óhrindið að skammalegt. Sem betur fyrir erum við ekki plöguð af einhvers konar trúarkreddum hér á landi. Nei, ég skilst nú að Snorri Betil hafi lýst yfir að hann hafi aldrei stundað þetta sjálfur. Wow. Það kannski þessina sem að hann svona eins og hann ég veit það ekki. Nokkuð. Það mjög athyglisvert. Já, ég hef heyrt þessu allavega fleygt fram ef einhver skilur færisku þá skilur hann að þetta orðaleikur líka að segja þessi fleygt fram. Einmitt. En það sko, svo þetta líka eitt sem við þurfum líka að vinna með og það hvernig við lítum á konur sem að geta tjáð sig sína kynvitund og bara hreyft sig heiminn bara sem kynverur án þess að óttast einhvers konar skömm eða árásir. Já, þú meinar svona druslu skömmun og eitthvað svo leiðis og líka það svo fáránlegt að tala að eins og einhver kona fáklædið ef hún sýnir einhver svona hegðun og hún sé að biðja eitthvað. Þú ert ekki að biðja neitt nema bara að þú biðjir það. Já, nákvæmlega.
Já, það er nú bara Meina, ef ég fer í MMA-gym og er að boxa í púða og eitthvað, þá ræðst ekki einhver á minni í bæ og sér, hann var að biðja um þetta, sjáðu, hann var að boxa í púða og glíma og eitthvað, hann var að biðja um að þú veist, lendi í slagsmálum, ég bara, nei, ég var bara þjálfa mig. Ég held við eigum dálítið langt í land með þetta, hvað konur varðar og þess vegna, kannski meðal annars þess vegna, hafa þessi námskeið, þessi kynferðislegu sjálfstyrkinganámskeið, konur og kynlíf, verið vinsæl og full þörf á þeim. Það eru margar konur sem hafa áhuga á að komast í betra samband við svona þessa innri kynveru og geta farið að lifa lifa svona í þægilegri sambúð með kynverunni sem er innan með okkur öllum. Það eru alls konar hluti sem geta haft áhrif, uppeldið, fortíðin okkar, áföll fyrir sambönd, ýmislegt. Og akkurat svona kreddur og hugmyndur það að konur eigi nú bara að vera setja með lappir í kross og vera bara alltaf prúðar. En ef þú horfir svona kannski 20 ára aftur í tíman, hvað hefur breyst svona kannski mikilvægasta breytingin á þessum 20 árum til betri vegar í þessum efnum? Það sé fræðslunni. Sko, ég held að það hafi ýmislegt breyst. Besta dæmi finnst mér allavega hvað það sem snýra mér á þessum námskeiðum sé til dæmis í því að konur sem koma á námskeið í dag, þær posta því bara á Facebook og eru bara stoltar og segja bara allir frá því hvað þær eru að gera. Þegar ég byrjaði með þessi námskeið árið 2000 eða 2001, þá var þetta mjög stórt mál. Hvernig ættum við nú að hafa okkur ef við myndum hittast í grænmetisborðinu í Bónus, þú veist, áttu þær að heilsa mér og hvaðan þekktu þær mig þá og þetta var alveg rætt af fólust og alvöru og þótti þetta aldrei stórt mál og ef að fólk sér mig fara inn í þetta hús, hvert er ég að fara? Þú veist ekki að það hafi staðið konur og kynlíf utan á húsinu en já, samt, það var svona talsvert stress og ég held að við séum að mörgu leyti að færast í áttina að meira umburðarlyndi og meiri opnun, svona allavega í orði. En það kemur alltaf á móti að samfélagið okkar er svo pínu lítið að það er ekki líklegt að við til dæmis sjáum að opni swingeraklúbbur í næsta mánuði. Nei, það er einum ofverfitt sko. Því að þú ert fyrir fólk sem veit ekki hvað swing er, þá er það svona fólk sem að fer og er kannski í samband en er með ýmsum fyrir klubbin, skiptist á mögum og er með ýmsum. Já, stundar kýlið með fleirum. Já, og það er svo bara hreinlega svo líklegt á Íslandi að þú myndir hitta frænguðina í svingarklúbnum eða eitthvað og skammast þín alveg og þú myndir hitta móðursystur þína eða eitthvað. Nógu vandræðilegt að sjá einhvern að sjá lítinn frænda á Tinder eða eitthvað, það er nógu vandræðilegt sko. Já. En þarna sjáum við sko, þetta er til í Noregi það ekki? Það er til svona klúbar þar? Jú, vissulega. Það er einn klúbur í Noregi sem heitir Viprum og er í Oslo. Og er nú sko lítill og sætur. En svona klúbar eru í bara kannski ekki Þórshöfn í Færeyri en þeir eru líka miklu trúaðri sko, heldur hinn. Væntanlega þurfa svona klúbar fé til að reka sig þannig að hér er þetta væntanlega skilgreint sem einhvers konar vændistarfsemi. Nei, þetta er félagsstarfsemi, ég meina golfklúbbur þarf fé til að reka sig og það kemur bara frá meðlumum, þú hlýtur það bara að borga í klúbbin þegar þú gengur í hann. Já, ég meina þarna fara konur inn og þriðjæðileg hagnast sko. En þarf ekki að vera félagasamtök hagnist sko, þú getur verið með klubb sem að hagnast ekki neitt. Þetta væri mjög fróðlegt að fá einhvern lögfróðan til þess að skoða þetta. Já, ég hugsa mig bara gott í glóðarinnar, ég ætla að spyrja einhvern. Þá rítar í svingaraklúbbsins handtekina því að hann fær smá laun fyrir að vera rítari eða eitthvað. Já, einmitt. En þessir klúbar eru nú þannig að það er engin skyldur til að stunda kynlíf sem inn í þá kemur. Nei. Það er alveg hægt að skreppa bara og fá að vera bara í sínu leðurpunktbindi og labba og sjá alla sem eru eitthvað sexy á því sko. Já. Og fara svo heim og þú veist, losum orkuna þar. Já. Ég þekki þetta ekki. En það er ekki hægt ef maður er einhleypur karlmaður, þeir eru yfirleitt ekki velkomnir. Nei, það er of mikið frambúð af þeim hreinlega. Það myndi bara vera flæði af þeim inn og engin annar. Það er eins og yrkið í gamla daga þegar voru rásir sem hét eitthvað sex að það var alltaf önnur hvað setning var einhverja stelpur hérna. Já, svo kom ég og þóttist vera stelpa og gerði það til þeim og sagði þeim sinni verið 60 kall.
Já, Já, af því ég er ekki þroskar en þetta. þú og þín fortíð. Já. En já, samfélagið okkar ásæðlega lítið, þannig að svona í praxís þá held ég að við komum nú kannski ekki til með að sjá einhverjar stórfenglega breytingar og þó, mér finnst nú sko, það nú svona einhver hreyfing á þessu samt, að fólk til dæmis farið að vera opnara með það að vera í samböndum sem eru kannski á einhvern nátt óhefbundin, til dæmis fjölkærum samböndum og þeir sem að stunda svingaraklúba ekkert, þú veist, endilega að fela þannig. En hvernig virka svoleiðis sambönd gagnvart fjölskyldu og vinum? Já, bara Það er að segja, eins og sko, önnur sambönd. Það er að segja, fólk ekki það svolítið feimið að koma fram með þetta og þetta þið svolítið flókið eða ekki? Af hverju? Bara einn jólapakki í viðbót. Já, ein rjúpa í viðbót. Reyndar. Veist, það ekkert. Já. En svo er náttúrulega þannig sambönd þar sem fleiri en 2 einstaklingar að ræða eru þetta eins mismunandi og þau eru mörg. Allt frá því að vera sambúð 3 eða fleiri með börnum allra og yfir í það að vera bara einhver sem að deytar einhvern annan eða að par getur deytað í sitt hverju lagi sko. Já, meira eins og það sem við talaðum sem opið samband. Ná, ekkert endilega sko. Það sem við munum að opna sambandi og fjölkæru sambandi, fjölkært sambandi er ein tegund af opna sambandi en að það sé fjölkært eða polyamorous, það þýðir þá að ástin á fleiri en einum stað. Já. Það snýst ekki bara kynlíf. Já, opið samband oft þegar fólk segist vera í opnu sambandi, þá í fyrsta lagi mín reynsla það eiginlega alltaf bara alveg að fara að hætta saman. En það bara, þú veist, mín reynsla af þeim sem hafa sagt þetta við mig. En þá það bara meira þannig að þú mátt, þú veist, eitthvað reyna að ná þér í eitthvað aðra en þú ert kannski ekki með neina aðra. Þú þekkir auðvitað fullt af fólki á opnu sambandur ökku. Á þess að vita af því? Já, fullt af svingurum. Segið þið mér það, þið þekkir mér nú mörg sem eru að hlusta, það segið mér það frá því. Já. Ég skal halda trúnaði. Ég til dæmis... Af því annars held ég bara áfram með mínu fordóma. Ég hef aldrei heyrt frá pari sem var í opnu sambandi sem var ekki bara hætt rétt eftir að ég heyrði þetta. Bara vandamál í sambandinu og þau eru að reyna einhvern veginn eða annar vill í rauninni ekki verið í því en vill samt ekki gefa upp á bátinn út af öryggi en langar eru nýjaðra og þá er þetta opið samband eða eitthvað bla og svo er þau bara hægt. Ég meina það er alveg til í dæminu en veistu hvað, ég þekki nefnilega fullt af fólki í sambandum sem eru akkurat svona. Ok. Einhvers staðar sá ég orðið samþykkt framhjáhald. Nei, þetta er allt annað en framhjáhald. Þetta hefur ekkert með framhjáhald að gera. Nei. Ég kallar framhjáhald stundum einhliða opið samband. Já, einhliða opið samband, já. Og veit bara hinn ekki á því sko. En ég meina ég fordæmi það ekkert ef að fólk vill hafa eitthvað fyrirkomulag á sínu sambandi. Akkur ætti þú að fordæma það? Nei, ég fordæmi ekki neitt. Ef að fólk getur verið ánátt á hvern hátt og það er ekki að svíkja neitt þá sé ég ekki að því. En ég held ekki að ég gæti verið sjálfur í svona ástar eða opnu af því að ég þið ofafbrýðisamur. Ég held bara að eins og ég hef áður sagt sko, ég held að sé auðveldar að hemja mín afbreyði sem ég heldur Gretuna skilur. Hún er minkandi árum hvað sem ég er að gamall. Þannig ég held ekki til að hafa með hana meira. Sko. Fyrir utan að þegar maður hefur kynlíf með sjálfum sér þá er það algjörlega opið með hverju maður ímynda sér að maður sé ekki. Við skulum. Það er satt. En það er svo einkennilegt af því að sko umræða fjölkæra og opin sambönd, hún vekur oft upp alveg ofsalega sterkar tilfinningar af fólki. Jafnvel bara reiði og pirring og svoleiðis. Ég held að stundu sé nú kannski að ræða þá staðreynd að þeir sem eru í þessum opnum samböndum eru kannski að lifa einhvers konar fantasíu sem þeir hafa bara í höfðinu. Já, röfundsjúkir. Já, gæti verið, einhverjum tilfellum. Auðvitað er þetta ekkert fyrir alla, frekar en að þú ert rétti maðurinn fyrir alla. Eða Jó er rétt maðurinn fyrir alla eða ég er rétt að konan fyrir alla það er bara svo við erum bara svona einhvern veginn hægt og rólega að gera eitthvað grein fyrir því að það er bara mismunandi hlutir sem að virka fyrir mismunandi fólk og það er ekkert í náttúrunni, það er ekkert í okkar eðli sem að segir það að við eigum endilega að parast með einum einstaklingi og það mistakist nema að þú veist, að sambandi endi þegar annað deyr. Já, það er náttúrulega líka satt að þegar það verið að segja sko þetta var misheppnað samband þegar fólk skilur. Þú ert kannski búin að eignast alveg frábæri börn og eiga mörg góð ár saman og svo hættur þú saman. Hver segir þá að það sé misheppnað? Bara með eins og fyrirtæki kannski fyrir hausinn, en það fyrirtæki er kannski í rauninni orsökin af öðrum fyrirtækjum sem sprett upp og þekkingu og eitthvað svona. Þannig að
ég er ósammála því eins og sammála þér að það að tala alltaf með misefnin ef að fólk deyr ekki frá hver öðru er svolítið klikkað. Og síðan er nú það sem að er alltaf mælikvarðin í þessum hefðbundnu samböndum, þessum hefðbundnu einmaka eða einkvæni samböndum. Mælikvarðin á árangur er hversu góður þú varst í að vera einmaka, bara með einum. Hversu góður þú varst í að ríða ekki neinum öðrum. Já, frekar en hversu góður varst í því að sleppið að lemja konuna þína eða þú veist, ég veit ekki hvað. Þetta er svo klikkað að það er einhvern veginn oft litið á það sem svona eina þáttin sem er bara svona algjör dílbreykar. Er þetta ekki líka bara svolítið svona samfélagslegur í grunninn sko, þess að í árum áður þá var það mikið feimnismál eða einhver skildi sko. Og það situr svolítið kannski eftir í okkur þessi hugsun. Já, sko, aukin skilnaðartíðni er auðvitað líka fylgifiskur aukins jafnréttis, eðlilega, vegna þess að hér áður fyrir að þá stóðu konur aldeilis ekki jafnfætis karlmönnum. Nei, og þú býr líka bara á einhverjum sveitabæ, þú ert kannski gift einhverju bónda þegar þú ert 15 og þú býr bara þar og svo eignastu bara barn eftir barn. 15 börn? Já, þú hefur einhver undankomuleið, þú hefur ekkert eitthvað, þú segir bara bóndaði mér langar að skilja og hann bara það var nú leiðilt fyrir þig. Það var nú leiðilt fyrir þig og fer og barnar kaupakonur númer 4. það var saga sem að amma mín sagði mér ofta af langömmu minni sem að bjó mikla bæði Skagafirði. Maðurinn hennar, hann sérst langafi minn, hann hafði, eða hvort þetta var langaði maður ekki alveg. Hann var svona ansi lauskirtur á köflum og eina aðfaranótt páskadags þá tók vinnukona sótt og amma mín, langamma mín, hún tók á móti barninu sem þarna fættist sem var þetta barn mannsins hennar og hún, þegar hún var búin að þvo barnið og færa það í föt og þá sett hún það á stóran silfurbakka og færði manninu sínu það í rúmið á páskadagsmorgni. Já. Mér finnst það svolítið svalt. Já, þetta er svolítið svona góð yfirlýsing. Já, bara gjör svo vel. Þú veist að þú átt þetta. Já. En nú er öldin önnur og nú eru og þetta sýnir sér líka, þetta aukna jafnrétti og svo staðreynd að konur geta valið bæði hvað var það barneignir, tilkomi getnaði var gríðarlega mikilvæg þáttur. Já. Að nú ertu ekki bara dæmt til þess að vera annarkvort óléttur með barn og brjósti bara frá 15 ára til 45 sko. Og náttúrulega atvinnuþátttaka kvenna sýnir sér líka í því að tölur framhjáhald eru að nálgast það sama hlutfall fyrir konur og kalla. Það var alltaf þannig áður að í öllum svona könnunum þá voru nú bara segja einhverju tölur, ég held að þetta sé svona sirkabát 40% kalla og meðan kannski 15-20% kvenna sagðist hafa haldið fram hjá og það er kannski líka alveg eðlilegt miðað við hvernig staða konuna var. Já, ef þær voru fastar heima með börn eða eitthvað, þá hafa þær nú ekki mikið tækifæri til þess að vera... Nei, og líka bara hugsa þær áhættan. Ef að kallið skildi komast að því að hún væri farin að sænga hjá vikapiltinum. Já. Þú veist, ef hann er í hent út á götu, hvað þá? Þannig að... Það er nú maður sem heitir Christopher Hitchens, og hreistum hann eða ekki? Nei, hann er dáinn núna úr krabbameini, hann er mikið trúleysingi og predikaði mikið á móti trúarbröðum og svona. Og hann var á köflum svolítið kaldremba, en hann samt átti eiginlega bara bestu orðin þetta. Hann sagði að við vitum alveg hvað leiðin er fyrir þróunarlöndin út úr fátækt og eymd. Það er ekki að gefa konum völd, því leið og þær geta ráðið því hvort þær eiga börn. Þurfa ekki að vera fastar í því að eiga bara barn á hálfsárs, á 2 ára fresti eða eitthvað, vera endalaust bara með barn á brjósti og óléttar, þá geta þær mentað sig og þær efla heimilin og þær efla börnin. Og leiðin út úr þessari eymd er að gefa konum völd. Og hann sagði þetta og mér finnst þetta veg upp yfir alla, sko, hvort hann var kallremba með að segja eitthvað konur eru, þú veist, leiðilegi grínistar eða eitthvað sliðis. Mér finnst hann hafa hitt naglan svo rosalega höfuðið með þetta dæmi. Algjörlega. Ég held að þetta hljóti bara að vera eitt brýnasta svona heimsmálið. Það eru að jafna stöðu kvenna og kalla. Já, gefa völd yfir sínu eigin kynlífi og sínum eigin
þín megin getnaðarvörnum. En að þú talar að þetta jafnvægi milli framhjáhalds karla og kvenna, Já. það sé svona að minnka þessi munur, Minnka munurinn, já. þá spurningin, þetta jákvæð eða neikvæð þróun? Það sé bara ótrúlega eðlileg þróun. Eðlileg þróun, já, þú kom svo svarið það. Ég held að vegna þess að það sko, ef við hugsið ykkur, hvað það sem við gerum þegar við göngum inn í einhvernig samband? Jú, við erum að lofa, við erum að gefa ákveði loforð sem að snýstu það að við ætlum ekki að stunda eitthvað, vera í ástar eða kynlífssambandi með öðrum einstaklingi, en við erum ekki að lofa neinum það sem okkur langar. Okkur langar alveg jafn mikið eftir sem áður. Já, samt sko. Nýjungar kveikja í okkur, það bara lífeðlisfræðin. Það alveg rétt að eitthvað nýtt svona kveiki kannski meiri í þér en eitthvað sem úr búin að gera 100 sinnum áður. En fyrir mína parta þá það bara eitthvað sem að þú í rauninni lærir að lifa með. Já, ég meina þú gerir það. Fyrir flesta þú gerir það, því að þetta samfélagsgerðin og svona eigum við að vera. Já, en ég held líka að ef við tölum án þess að ég fordæmi eitthvað fólk sem lifir öðru sig, þá held ég að þetta sé erfitt að láta þetta ganga. Og nú veist þú kannski meira en ég, en ég held að sé erfitt að láta þetta ganga því að sko afbrigði sem læðist að okkur og það eru ýmis flækjustig sem ekki bara endilega að þú þorir ekki að kona eins svafjóðurum, heldur líka með athygli og svoleiðis. Að ef ég ætti aðra konu út í bæ sem ég að sofa hjá og eitthvað og segjum að konan sætti sig við það, en sættir hún sig við það þá ef ég að hlusta á hana stundum saman á trúnó hennar vandamáli eða eitthvað, ekki að hlusta á konu mína. Þú veist, ef ég á börn með henni, sættir hún sig við það að ég kannski leiki bara, þú veist, ógeðslega mikið við börnin sem ég á með hinn en ekki okkar börn. Það svo margt, alveg eins og það kemur upp systkinarígur og allt þetta, að ég held að þetta sé bara svona verið að bæta við auknum vandamálum inn í okkar vandasama líf. Þetta er alveg hárrétt hjá þér og þeir sem eru í svona samböndum tala oft um það að stærsta áskorunin felst einmitt í að samræma dagatölin, að finna tíma þannig að allir fá sínum þörfum fullnægt, hvort að það eru kynferðislegar og líkamlega þarfir eða bara þarfir fyrir samveru og chill og trúnó. Sem er mikilvægt. Ég hef svolítið lesið svona þróunar sálfræðibækur, þar sem talað svona brúna milli líffræði og sálfræðurinn og hvernig við, þú veist, af því við vorum bara apar og hvernig það situr ennþá í okkur. Og það voru gerðar einhver rannsóknir, þar sem að menn voru látnir ímynd sér, konaðinn heldur fram hjá með viniðinu með þessum eða konaðinn gerir þetta og svo eru mæld viðbröðin í heilanum og kallar bregðast verst við, konaðinn sefur hjá einhverjum öðrum. Konur bröðust verð við ef að maðurinn eyðir klukkustundum í að tala við aðra konu, ef hann hjálpar hann að flytja, hann fer úr sinnirinni, skilur, þær eru reyðari yfir þessum tilhugsunum heldur en hann myndi bara, þú veist, hórast ekki út í bæja aðeins og vera svo komin heim aftur og sinnöllu sem hann þarf að sinna heima. Hvað sagður þú, hórast? Já. Hvað var kallinn þá að gera? Mér finnst bara gaman að nota þetta orð. Nei, kallinn myndi eitthvað vera lauskýrtur niður í bæja eitthvað, en koma síðan heim og sinna konu sinni, skilur. Já, það þetta misjafnt hvernig fólk lítur á og þessi, maður sé nú stundum þessa umræðu sko skilgreining og framhjáhaldi, þar sem að sumum finnst það vera yfirstrikið að reynilega eiga samræður við einstaklinga af því kyni sem hún laðast að og ekki innan sambandsins. Þá þetta bara bullandi framhjáhaldin í gangi í beinni núna, sko. Já. Við erum bara að tala saman og allt. Já. Einmitt, og bara útvarpa þessu landið og miðin. En sko, þá er ég kannski sérstaklega að tala um svona tilkomu samfélagsmiðla, samræður, spjall á Facebook til dæmis við gamla skólafélaga eða eitthvað svoleiðis. Sumir halda því fram og lifa þann hátt að þeim finnst ekki rétt að fólk sem er í samböndum eigi sér einkalíf. Já. Heldur eigi alltaf að vera opið, sko. Geðbilun. Ég veit ekki hvað eitthvað finnst. En þetta nú bara ákveðin geðbilun, þú mátt ekki tala við neitt annan og hvernig áttu að sko skilja konur ef þú talar bara við þína og hvernig áttu, af hverju, þú veist, máttu ekki eitthvað vini í. Já, mér finnst þetta að vera ofsalega mikil svona stjórnunarhegðun og alls ekki fallegt. Það er Sádi-Arabía bara, sko. Nei, þetta er sko bara downtown Reykjavík, get ég sagt þér. Það er fá keila í Sádi-Arabíu. Já, en ég meina að vera röflum, sko, ef að konan mín ætti að vera reið sko, yfir öllum konum sem ég tala við á Facebook eitthvað, ég meina, þá værum bara brjáluð allan daginn, af því að þú veist, ég er ekkert að hugsa, nei, nú er ég að tala við konu, ég er bara að tala við gauðra, þú veist. En svona er þetta hjá mörgum og Já, þetta fólk þarf að lappa af.
Já, ég meina, auðvitað höfum við alls konar dæmi sambönd þar sem að, bara sambönd sem eru dálítið eitruð. Það einmitt verið að fara af stað með nýtt átak hjá Stígamótum, eða hvort það hvernig eða Stígamót, í dag, sem að fjallar akkurat svona eitruð sambönd. Já, mér finnst það mjög eitrað. Og það fundur nú 4 á Laugavegi 170, hver er þar? Er ekki Stígamót? Nú veit ég ekki. Ég má ekki, allavega. Það fundur það sem verið að sparka þessu átaki í gang og beina sem sagt athygli að ofbeldissamböndum. Þetta eru auðvitað bara ofbeldissambönd. Þetta er ákveð andlegt ofbeldi ef þú mátt ekki tala við aðra, ef þeir eru ekki treyst, ef það er verið að mála þig eins og þú sért eins og ég get ekki talað við konu án þess að ætla að sofa hjá henni eða eitthvað. Akkurat. Að maður get ekki haft neina aðra hugsun. Og það er líka hlutgering á konum og hugsar bara þær sem einhverja leið til þess að fá á broddinn Já, og það hafa bara undanförnum kannski nokkrum árum stigið fram mjög hugrakar konur sérstaklega í fjölmiðlum og sagt frá ofbeldissamböndum sem þær hafa komist út úr og það eru þessar sögur og svo auðvitað líka kannski MeToo stemningin núna sem er að blása öðrum konum kjark í brjóst til þess að koma sér út úr ofbeldisfullum samböndum. En oft finnst manni verið að ruggla saman, maður að horfa á frásagnir. Sumar þeirra eiga ekki skilt við kynferðisofbeldi, heldur kannski bara svona meira kallar upp brandarar eða eitthvað slíkt skilur sem einhver tók illa. Þessi viðtölu, þessi stjórnum, það getur haft í sér, falið í sér einhvers konar kynferðislegt ofbeldi líka sem mjög oft innan sambanda. Já, einmitt. Nauðganir og annað sem á sér stað en sem eru auðvitað svolítið annað kannski en af sama meiði og sögurnar sem við erum að heyra núna En þá ætlum að fyrir sem maður sér þessar sögur allar og þessar litla, ég ekki segja að skipta ekki neinu máli heldur þessar sögur sem koma kannski af einhverju svona kallrumbrandara sem var látið flakka í einhverju ógati eða eitthvað slíkt og einhver tókuð illa hvort að allar þessar litlu sögur sem eru miklu fleiri þessar stóru sögur sem að eru af einhverjum brútal atburðum, það er segja svona alvarlegri atburðum, hvort að það sé ekki að kæfa hreinlega niður alvarleikan? Ég held ekki. Ég held að það sé bara gott að fá þetta bara allt upp á yfirborðið þannig að þú veist, þetta er bara eins og Guðrún Margrét frænka mér segir, þetta er eins og þegar þú ert að þjálfa hvolp til þess að pissa ekki heima inn í húsinu, þá bara tekur hann og þú setur nefið á hann bara ofan í pissupollin sem hann skildi eftir. Það er það sem við erum að gera núna með kallkynnið. Ég held svolítið með það er náttúrulega, við þurfum ekkert að deila það hvort einhverja nauðganir eða eitthvað svona beint ofbeldi eða káf óumbeðið sé ránt, það er augljóslega ránt, en þetta sem að Jói er kannski tala eitthvað svona að einhver lætur eitthvað dólan brandaraflakk og það lætur einhverjum konum líða óþægilega, einhver svona hegðun sem að kannski viðheldur að vissu leyti viðhorfum sem gera þessum ofbeldismönnum auðveldara fyrir vikið. Þegar við erum að tala um það, þá held ég svolítið að svarið sé að ræðum hvernig það er og hvað áhrif það hefur án þess að við þurfum endilega að negla einhvern ákveðin mann fyrir að hafa sagt ónabrandara. Hann vissi kannski bara ekki betur, en mér finnst alltaf að tala um þetta, mér finnst ekki kannski alltaf að ætla að setja ykkur lög eða reglur hvað þú mátt segja eða banna einhvern grín eða eitthvað svoleiðis eða setja ritskoðun eða þannig, en mér finnst alltaf að ræða bara þó ég sé grínsti sjálfur, þá má alveg ræða hvort eitthvað efni hjá mér kannski hafi einhver áhrif viðhaldi einhverjum staðlímyndum sem eru slæmar og svoleiðis. Án þess kannski ég vera bannaður af öllum stöðum eða ég vera, grein mig í blaðina því að einhvern brandara það sem ég er útskúfaður eða svoleiðis. Mér finnst alltaf að eins og ég segi, ræða áhrifin. Já, en ef það gerist þá er líka bara allt í lagi að koma fram og segja bara, heyrðu, sorry, smá dómgrendaleysi á mér, ég bara gerði mikið grein fyrir að þetta væri særandi. Já, en ég myndi kannski vera orðin það reiður ef ég veri bannaður eða útskúfaður og minn fyrir leiðilegar fyrir einhverja nokkra dónabrandara að ég myndi kannski ekki vera til í að segja fyrirgefðu þá. Ég myndi kannski vera til í að segja fyrirgefðu ef það er talað við mig af einhverju svona hófsemi. Já. En svo er líka annað í þessu sem við verðum að hafa í huga að særindi geta birst á margvíslega máta á fólkið margt og ef við ætlum að fara eftir öllu að passa okkur að særa engan þá getum við ekkert sagt þá bara megum við ekkert segja. Nei, en stóramáli snýst heldur ekki þetta. Stóramáli snýst bara að það hefur ákveðin menning verið við líði
Já. og hún hefur blómstræði í krafti í krafti þess að karlmenn hafa verið í yfirbræðstöðu til dæmis varðandi bara stjórnunarstöður, launagreiðslur og þetta skekkir, sko valdið búið að vera karlana Já, rosalega mikið. Já. og í þannig jarðvegi að þá þrýfst þessi menning þar sem að sá sem valdið hefur, hann má, honum leifist ýmislegt Já. og við erum bara siglin í tíma loksins þar sem að kannski það einhvers konar vaxandi jöfnuður eins og bara þetta sem við vorum að tala á þannig varðandi framhjáhaldið og betri stöðu kvenna sem Já, til hamingju konur með að vera farnar að halda meira framhjá sem leiðlu mönnum ykkar sem voru ekki þess virða að vera með. Það er bara frábært. Já, en auglýsingar eða? Já, nú ætlum að fara í auglýsingar. Þið erum á Flæðiskir útvarpi sögu, Jóhann Kristjánsson heiti ég og Rökkvi Vésteinsson hérna með mér og gestur okkar Ragnheiður Eiríksdóttir hjúkrunarfræðingur. Við komum inn skamma stund. Já, við erum komin á flug í kynjaumræðuna. og MeToo. Já, athyglisvert, allt saman. Ýmsaliti. Og kannski vorum við velta fyrir okkur samböndum, alls konar samböndum daginn og svo núna fólk mikið að velta fyrir sig alls konar kynneið og það ekki bara 1 og 2 kynneið, heldur ansi margar og fólk svolítið kannski ringlað og veit ekki alveg hvað hugtökin þýða og svo framvegs. Og það er kannski ágætt að sérfræðingurinn fræða okkur hverjar eru kynneiðnar og hvað einkennið Það séu við verðum við til 6 eða? En skiptir þetta einhverju máli? Má ekki fólk bara laðast að því sem að því sýnist? Sko ég held, strákar, að við séum stödd á stað núna í sögunni þar sem að við erum á svolítið ofurskilgreininga tímabili. Já. Og það tilkomið vegna þess að við höfum verið algjörlega ofurselt tvíhyggjunni fram að þessu að það sé, fólk sé annarkvort eða, heimurinn sé hvítur eða svartur. Þú ert kallið að kona, þú ert gagnkynhneigður eða samkynhneigður eða tvíkynhneigður sem að felur líka beinlínis í sér svona samút til tvíhyggjunar. En núna erum við að sigla inn í þennan tíma þar sem að við erum komið með ýmis konar skilgreiningar og mér finnst það í rauninni mjög skiljanlegt vegna þess að fólk sem að upplifi sig til dæmis utan tvíhyggju að það hefur kannski sko hugsið ykkur að upplifa ykkur þannig að það ekki til orð yfir ykkur. Já, þú spyrir, ert þú vinstri sinnar eða hægri sinnar? Og bara, þetta er nú ekki alveg svo einfalt, sko. Já. Er þetta með við Sovétríkin eða er þetta með við, þú veist, hvað Ted Cruz finnst upp á hægri eða þú veist, er þetta með við Sjálfstæðisflokkin eða hvað finnst þér vera miðjan? Þú veist, það já. Við erum sérst farin að hugsa hlutina svolítið öðruvísi þegar við tölum kynhneigð og kyn. Og ég var einmitt að ég vinn nú í hálfu starfi sem hjúkrunarfræðingur í tækniskólanum og þannig alveg til fyrirmyndar að ég var fengið þar af öllum skólastjórnendunum og deildarstjórum og stjórnendum til þess að tala akkurat þetta á fyrirlestri í gær og hef reyndar talað aðeins víðar akkurat þessi mála því það eru margir dálítið ringlaðir bara. Já, ég tek eftir því mitt. Og þegar það kemur eitthvað svona nýtt og einhver ný orð sem að maður á allt í einu að vita og nota og það er bara ekkert skrítið að það sé svona ákveðin aðlögunartími sem þarf. En ég held að þeirra framleiða stundir, hvort sem það er eftir 20 ár eða 50 ár, að þá munum við frekar komast inn á tímabil þar sem þetta skiptir okkur minna máli. Rétt eins og í dag, við erum ekki, munið til dæmis þegar Jóhanna Sigurðardóttir var kosin forsætisráðherra. Það var í fyrsta sinn sem að samkynhneigð manneskja var kosin þjóðhöfðingi, eða sem sagt head of state, eða hvað það heitir, eða ekki bara þjóðhöfðingi. Og það var ekki fyrir daginn eftir kosningarnar, þegar erlendu fjölmiðlarnir fóru að röfna það að hún væri nú samkynhneigð. Að íslenska samfélagi var eitthvað, já, heyrðu alveg rétt. Og það er óskup fallegt að það skipti okkur einhver máli. Já, einmitt. Það var enginn að velta því sérstaklega fyrir sig. Það var eins og fyrsti íþróttumæðurinn sem að sigrar í þríþraut sem er með gleraugu, bara, já, hann er víst með gleraugu þegar hann les. Akkurat. Já. Akkurat. En þannig að ég bara, þú veist, virkilega vona að við munum fara inn í það tímabil þar sem að kyn og kynhneigð hættar hreinlega að hafa áhrif á það hvernig fólk upplifir sig í heiminum, hvernig fólk hreyfir sig heiminn hvort það upplifir til dæmis öryggi og hvort það verður fyrir mannréttindabrotum
Þú meina En bara við að vorum þessi mörg einmitt að- þurrkist út hægt Við og vorum rólega. einmitt að tala um þetta með hvernig grín getur kannski stuðlað að einhverjum slæmum hérna í rauninni hugmyndum og hegðun og það þegar þú segir eins og með samkynhneigða að ég einmitt hugsað þetta þegar maður að grínast að stundum viltu bara fá að grínast þó þú sért kannski að segja eitthvað sem ekkit eitthvað endilega pólitískt rétt en mér datti huga eins með homma og þú kannski sagðir hommabrandar í galda og þá var kannski galda bara þannig ef þú sagðir einhvern veginn verið hommi þá var það eins og móðgun eða þú veist haha hann hommi eða það svona þú náður niður á hann með því að segja hann verið hommi en í dag það bara býtu hvað ert að tala ef hann hommi þá verður sama þetta bara eins og að segja haha hann þú veist vil borða grænarbönir fyrir eitthvað en gular eða eitthvað en í mannsamt í gamla daga þá var ákveðið grín með homma sem verður mjög skadalegt af því að þá var ekkit þannig að þú væri endilega alltaf komin út úr skápnum ef þú varst hommi af því að það var erfitt það var oft eins og bara mjög nýlega í Færeyjum höfum við heyrt sögur ofbeldi gátt hommum, einhver lamin og löggan ennir ekki. Í Færeyjum, það er bara síðustu viku á Íslandi. Já, einmitt, en á Íslandi er þetta samt fyrirlitið. Það er grein á Vísi þetta og það er allir að segja hvaða hálfviti lamdan eða svona, en í Færeyjum var saga um einhvern ungan tónlistamann sem var lamin í klessu og löggan sagði bara, já, þú veist að bara hommar eru lamdir í Færeyjum og hann drap sig, þessi náungi, bara upp frá þessu, já, nákvæmlega, þetta er bara ömurlegt. Og ég man að ég las svona einhvern tímann teiknuðsögu þegar ég er svona 7. bekk sem heit Fótboltafélagi Falur, þetta er grín saga fótboltafélag og það er eitt svona hommi sem er alltaf að reyna að áreita hinn en alltaf að reyna að skríða upp í rúmtíðar og svoleiðis og þetta grín er rauninni mjög skadalegt því að það setur þessa hugmynd áfram að hommar séu einhvers konar svona ágengir ógeðskaurar þeir séu svona predators að þú þurfir sem kallmaður að passa þig á hommunum af því þeir muni reyna að ná þér þetta ítir undir það að gaurar hugsa já, berjum hommana því þeir eru ógeð og þeir vilja, þú veist, reyna með okkur og káfa okkur þetta grín var mjög skadalegt og í rauninni sjáum við þetta ekki lengur en þetta er dæmi hvernig grín er í rauninni, þú veist, þetta er ekki eitthvað vælum, þetta er ekki nógu písi eða eitthvað viðkvæma tilfinning, þetta er í rauninni grín sem við heldur bara mjög slæmri hegðun og ofbeldi og það er í rauninni bara hræðilegt að það verið í gangi. Já, það er alveg skemmtilegt og ef þú skoðar líka sko, þá kemur það frá ákveðnum svona valdastað. Já. Þess vegna til dæmis gagnkynhneigðir mennirnir skrifa þessa bók. Já, akkurat. Og þess vegna til dæmis eins og ef við horfum á málin í dag að þá það er til dæmis mjög óviðeigandi að kallmaður sé með uppistand það sem að gerti grína nauðgun. Já. Sem dæmi. Það samt hann gæti gert grín að einhverju kringum það eins og til dæmis hversu fáránlegt er að þess að þú fár ekki meiri stuðning sko. Mér finnst þú þurfir alltaf að þú mátt ekki gera grín að fórnarlambinu, þú mátt ekki hlæja að því einhverjum hafi verið nauðgað, þú mátt ekki, þú veist þú getur, sko, en þú verður samt alltaf að vita allan brandarann og allt samhengi til þess að vita hvað þetta snýrist Já, þetta er samt, það er auðvitað alls konar hluti sem eru viðkvæmir en bara svona sem þumalfingur regla í þessu, nú er ég ekki grínsérfræðingur, en mér finnst við alltaf þurfa að taka að skoða valdið, hvar er valdajafnvægið? Ert þú sem meðlumur í valdamiklum hóp að gera grína þeim sem eru undirsettir á einhverju leyti? Já, því að þú missir þá ekki vinnuna. Nei. Þú veist, ef að þú ert eins og er öfugt að þá getur þú mist vinnuna ef að þú gerir grínað valdastjættinni því að þeir segja, heyrðu, þetta helvitis fáitinn hérna, heyrðu, við skulum ekkert vera að ráða hann næst þegar hann En er það ekki þá samt þannig að grínari sem að er að gera grína einhverjum sem að er ekki grínari eða er ekki annari svona harri stöðu í samfélaginu eða segja, er ekki skemmtara bransanum eða þekktur er þá ekki grínan alltaf í því hlutverki að vera einhvern veginn vondikallinn? Ég er ekki bara að tala um að hann sé eitthvað, þú veist, brjálæðislega þekktur. Við erum ekki bara að tala um... Við erum að tala um þjóðfélagsstöðans fyrir utan að hann er grínisti. Hvort að er hann ríkur, hvítur maður eða er hann, þú veist, einhver innflytjandi og homi og lalalala. Hvernig er valdastruktúrun í þjóðfélaginu? Þess vegna til dæmis allt annað ef að innflytjanda er uppistandari og gerir grína innflytjandum. Það er alltaf öðruvísi heldur en ef að þú gerir það. Já, það er nokkuð staðlað, sko. Flestir gera grína að, sem sagt, sinni þjóð og sínum þjóðarháttum og svo leiðis. Það er kannski þumalfingur reglan. En við komumst ekki til allar kynniðirnar, sko, strákar. Nei, það er alveg ljóst. Við þurfum að taka annað þátt í þessu. Við kynniðirnar. Það er svo margar. En já, þessi valda hlutföll, sko,
og varðandi þetta áreiti og allt þetta, en þá spyr maður sko bara hvar liggja þessi mörk, þessi fínu mörk sem allir að velta fyrir sér. En ef við tökum bara með eitt sem mjög einfalt, bara líkamlegur styrkur hjá körlum og konum til dæmis, gerir það að það bara alls ekki eins ef ég siti einhvers staðar rófriði og það brýst nakin kona inn til mín. Ég myndi bara hugsa, hún örugglega geðbiluð, best að hringja 112 og finna á hvaða hæli hún var og af hverju hún gerði þetta. Frekar en að vera hrædd. Já, láta hann setjast niður, gefa henni te. Ef að ég brýst nakin inn til einhverju konu sem í friði, hvað heldur hún hugsi? Hvernig á ég að komast hjá því að vera nauðgað núna? Myndi hún hugsa? Þannig að þetta það ekki hægt að setja allt bara sama og segja þegar hræstni að taka ekki nákvæmlega eins og hugsa ekki nákvæmlega eins málin þegar að kall á móti konu. Það ekki alveg hægt í öllum tilvikum að gera það. Auðvitað ef að kona lemur mann með vopni, skilur, þá það bara alveg eins og kall beitir konu ofbeldi. En ég að tala þessi mörk, þau nokkuð augljós. Já, þau það. Og til dæmis bara út af líkamsburðum að þá konur og kallar ekkert að hreyfa sig á sama hátt, af sama öryggi, til dæmis í samskiptum kynjana. Það eitthvað sem að kona tekur til dæmis mjög mikla áhættu ef hún fer á stefnumót, segjum hún fer á Tinder-date með kallmanni á heimili hans. Og þá líka kemur oft þetta hjá ofbeldismönnum, hvað var hún að koma heim til mín, hvað var hún að af hverju ættu konur að vera svona öruggar með sig ef það notað sem einhver afsökun fyrir að beita ofbeldi bara af því það nett að tala við að vildi koma heim til þín eða klæddu sig einhvern veginn. Akkurat. En með þú veist eins og bara ég að segja eins og af því að við vorum að tala þessa skaðlegu ímynd með homma að það var fullt af hommum reyndum mig. Því að röddin í mér þannig að margir halda bara ég sjá hommi að ég með svona háa ákveðna rödd. Mér mér svo sagt það af homma, ég held það var röddin. Veistu hvað? Ég held að það reynir bara við þig af því þú bara sjarmerandi gaur og segja við ekkert með röddina en að gera. Ég held að þú sést að reyna með mig með því. En allavega undir fyrir því vitleysu. Það hefur aldrei hommi reyndið mig á óviðandi hátt. Það hefur aldrei hommi klípið mig. Þú veist, mér hefur aldrei verið ógnað. Ég hef í mínu lífi aldrei þurft að upplifa ógn, kynferðislega, af neinum, nokkuð tíman. Ég meina, auðvitað gæti það alveg gerst. Það gæti komið 2 metra eitthvert tröll og sagt, þú ætlar að koma heim með mér, og þá væri mér ógnað. En ég að tala hvaða kona. Þetta það sem ég kalla forréttindi, að næstum allir kallmenn sem eru svona, þú veist, bara sæmilega burði, þeim aldrei ógnað á lífinu kynferðislega. Það getur næstum því engin kona sagt að hún hafi gengið gegnum sitt líf án þess að lendi kynferðislega ógn. Já, ég myndi segja bara nánast gengið gegnum bara 1 viku. Nei, En þélast og læðskilin sem vendar unnið í dag. Við viljum þakka Ragnar Eiríksdóttur kærlega fyrir komuna. Þú verður að koma aftur. Já, ég held að það sé alveg klárt. Alltaf gaman að koma að spjalla. Já, hún verður að koma aftur, sko. Endilega. Það bara þannig. En takk fyrir hlustunni í dag. Jóhann Kristinsson Rökkvi Ysteinsson þakkar fyrir sig og takkar að hlusta og við bara biðum að heilsa í bili. Verið sæl.